Hallargarðurinn við Fríkirkjuveg telst vera fyrsti skipulagði almenningsgarður á Íslandi. Hann er hannaður af landslagsarkitektinum Jóni Björnssyni upp úr 1950 en Jón var oftast kenndur við gróðrarstöðina Alaska. Garðurinn er í svokölluðum óreglulegum stíl og allar línur ávanar mjög. Meiningin er að þegar gengið er garðinn beri stöðugt eitthvað nýtt fyrir augu. Garðurinn mun vera fyrsti skipulagði almenningsgarður á Íslandi. Inngangar eru margir og ávalir. Við norðurinngánginn upp við Listasafn Íslands eru áberandi ilmandi rósarunnar og við Kvennaskólann eru ávöl runnabeð og gróður torg fyrir miðju. Vel klipptir runnar ramma rýmið inn. Op er í runnum þar sem stígurinn leiðir mann áfram þar til landslagið verður opið og vítt með göngustígum í allar áttir. Gullregn er næst opinu og þar glittir einnig í list í húsið. Inngangurinn frá Fríkirkjuveginum er á sama stað og fyrir sameiningu lóðanna, þar sem stéttin er í beinni línu að húsi númer 11. Í þessum hluta eru stór og stæðileg birkitré áberandi. Afmarkað blómabeð er fyrir framan húsið númer 11, þar sem litskrúðug blóm mynda langa röð. Stærsti inngangurinn er á horni Fríkirkjuvegar og Skothúsvegar. Þar tekur litskrúðug blómaeyja með stórri styttu á móti gestum og gangandi. Svo er hliðaringangur með tröppum í brekkunni við Skothúsveg þar sem komið er inn á grófið einstigi rammað inn af myndarlegri asparröð. Samkvæmt teikningum er ávalur stígur frá horni aðalingangs og í norður. Þessi stígur er horfinn en ef vel er að gáð sjást ummerki hann. Margir halda að Hallargarðurinn sé hluti af húseign sem stendur við Fríkirkjuveg 11, enda áberandi hús sem stendur á hól fyrir miðju garðsins og bera göngustígar úr öllum áttum að húsinu. Það var athafnamaðurinn Thor Jensen sem byggði þetta hús árið 1908 og þótti það lengi vel eitt glæsilegasta hús landsins, enda engu til sparað. Byggingarefnið var sótt til Svíþjóðar og eru útitröppurnar úr graníti frá Borgundarhólmi. Það var arkitektinn Einar Erlendsson sem teiknaði húsið og sennilega hefur hann einnig teiknað listihúsið í garðinum. Tilurð Hallargarðsins er sú að árið 1952 sendi Þór Sandholt, skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar þáverandi borgarstjóra Gunnari Thoroddsen, tillögur að því hvernig mætti breyta og bæta umhverfið. Meðal annars gerði hann tillögu að sameiningu 4 lóða við Fríkirkjuveg í þeim tilgangi að teikna upp og skipuleggja almenningsgarð. Þessar 4 lóðir eru við Listasafn Íslands en á þeim tíma rak Samband íslenskra samvinnufélaga þar frystihús. Þar næst er lóð Kvennaskólans og við hlið hans lóðin við Thor Jensens húsið. Svo var 4. lóðin, sú stærsta, en þar ætlaði bandaríska sendiráðið að reisa hús á sínum tíma. Þar voru komið drög að almenningsgarði sunnan við Fríkirkjuna. Hallargarðurinn dregur því nafn sitt á húsi Thor Jensens sem þá var kallað Bindindishöllin 1952. Thor Jensen var fluttur úr húsinu og hafði góðtemplarareglan tekið við því. Styttur eru nokkrar í garðinum. Fyrir framan Listasafnið er stytta í brons, fótboltamaðurinn heitir hún og er eftir Sigurjón Ólafsson. Við Kvennaskólann er verkið Stúlkumynd eftir Ólöfu Pálsdóttur. Miðsvæðis er stórt minnismerki Thor Jensen og Margréti Þorbjörgu Kristjánsdóttur, konu hans. Verkið er eftir listamanninn Helga Gíslason og unnið í blandaðri tækni. Styttan Piltur og stúlka eftir Ásmund Sveinsson blasir við þegar gengið inn í garðinn frá Skothúsvegi. Við aðal inngang í garðinn stendur stytta af gróðurguðinum Adonis gerð af Bertel Thorvaldsen. Á milli bjarkanna neðst í miðjum garðinum er svo minnisvarðinn Gunnar Thoroddsen, borgarstjóran sem lagði grunninn að því að hægt væri að sameina lóðirnar 4 og ráðast í framkvæmdir við garðinn. Einnig er í stéttinni skemmtilegt listaverk sem sýnir stöðu 8. Í garðinum er fjöldi eldri trjáa, aðallega birki, reyni og grenitré, auk víðis í bland við runna af mörgum tegundum. Eitthvað var sett niður af ösp á síðari árum. Á mynd frá 1980 má sjá hvernig gangstígurinn var orðinn áður en hann var endurgerður. Beri maður saman myndirnar er ekki hægt að komast hjá því að sjá glæsilega gróðurhleðslu á eldri myndinni
en í dag hún nánast horfin undir lággróður. Auk þess hefur styttan tekið breytingum og verið snúið. Runnabreiðurnar dafna vel í skjóli múrveggs sem afmarkar garðinn frá Skótursvegi, en staðsetning garðsins í heild sinni gerir það að verkum að þar einstaklega sólríkt frá morgni til kvölds. Á annarri mynd frá 1980 hægt að sjá að gróður nánast eins nema hvað sígrænum gróðri hefur verið skipt út fyrir rósarunna, sem kannski meira passandi fyrir garð með svo rómantískt nafn. Samkvæmt heimildum lét Thor Jensen á sínum tíma gera litla tjörn á hólnum við heimili þeirra hjóna og sagt að sennilega hafi þar verið fyrsti gosbrunnur á Íslandi. Brunnurinn mótaði lítinn dreng sem satt á baki svans og teygði drengurinn upp háls fuglsins og þannig bunaði vatni úr munni hans. Þegar Hallargarðurinn kom til sögunnar var gert ráð fyrir lítilli tjörn með gosbrunni á miðri grasflötinni. Tjörnin var steypt og í steypunum var komið fyrir steinvölum, fjörugrjóti til skrauts. Umræddur gosbrunni var þá endurnýttur og komið fyrir í miðri tjörninni. Tjörn þessi hafði mikið aðdráttarafl hjá börnum. Árið 1972 var gosbrunnurinn fjarlægður úr tjörninni þar sem hann þarfnaðist viðhalds. Hann fór þó ekki upp aftur og árið 1979 var tjörnin einnig tekin eftir viðhaldsleysi til margra ára. Rökin voru þau að nú væri kominn gosbrunnur með sírennsli úti í sjálfri tjörnin stóru. Þó nokkur umferð garðinn. Fólk að fara og koma, annaðhvort að stytta sér leið eða bara að skoða sig og njóta. Ekki okkur kunnugt neina skipulagðar samkomur í garðinum, en hann fyllist þó af lífi á þjóðhátíðardaginn og í seinni tíð á menningarnótt. Garðurinn þótti einstaklega vel heppnaður og nýstárlegur og hann sífellt í mótum. Á síðustu árum búið að setja niður hengibeiki og nokkur kirsebæratré, en ekki var hægt að sjá hvort þau hefðu borið nokkurn ávöxt. Hins vegar má sjá að þau tré hafa ekki farið varhluta af skaðvaldi þeim sem hrjáð hafa mörg kirsebæratré þetta árið. Við steinvegginn efst á norðanverðu var árið 2020 komið fyrir garðlistaverkinu Eldblóm, dansverk fyrir flugelda og flóru hannað af listakonunni Siggu Soffíu, sannkölluð flugelda litadýrin í blómum. Garðurinn nokkuð snyrtilegur en alltaf mætti bæta og laga. Frágang við aðalingang mætti laga þar sem svolítið draslarlegt og frágangur lélegur. Gæti jafnvel verið varasamur gangandi og hjólandi. Veggjakrotarar hafa einnig skilið eftir sig ummerki á nokkrum stöðum. Já, Gjörðu svo vel. ég heiti Gunnhildur Gunnarsdóttir og fædd 46. Þetta maðurinn minn. Já, Guðmundur Arnaldsson heiti ég, Akureyringur. Hún að fræða mig þennan fallega garð. Já, við ákváðum að labba í kringum tjörnina í góða veðrinu og þá mátti ég til að þegar hann stakk upp á hvort hann ætti ekki að færa okkur ofan í þennan garð og þá sagði ég, jú, endilega og ég ætla að segja svolítið sögu. Að ég alin upp í einu af 9 hverfunum, við varum í bústaðahverfi þá, þar var ekki með möl og steypa. Þannig að okkur fannst alveg óskaplega gaman að við fengum 25 strætó og fórum í bæinn, ég og vinkona mín, þar í Hallagarðinn og hérna upp eftir. Og í eitthvað skipti sem við vorum hérna að labba í garðinum, þá sáum við jarðarber, höfðum aldrei séð alveg jarðarber, bara myndir í bókum og svona. Smökkuðum og það var alltaf ákaflega gott og við skömmuðust okkur píldir fyrir við mættum sennilega ekki taka ber hérna. En við stóðumst ekki freistinguna að fá að fara aftur í bæinn og fara í garðinn og vita hvort nokkur tæki eftir okkur.
og smakka aftur svona guðdólega gott ber. Þannig að okkur fannst við þá, ég man við tölum oft þetta bara eiga stærsta leyndarmáli í Reykjavík að vita þessu berjum og geta farið óreitt og fengja okkur í manni. Þetta var nú minningi mín svona á garðinu þegar við komum hérna inn í, þá kom þetta til mín. Þessi vinkonu mín láti og Þórunn Hafstein. Takk fyrir að segja ykkur frá þessu og þið eru væntanlega að leita að berjum í dag. Já, ég var að vona að ég fyndi þetta berjalyng, þetta jarðarberjalyng til að smakka á þessum fallegu og góðu berjum. Nei, ég var einnig búin að hafa orð á því, ég veit man nú ekki alveg hvað það var, mér fannst þetta bara, ég man að það var húsið var fyrir framan okkur, þannig að þegar við snerum af það sem við gátum náði þessi ber, þannig að við gátum alveg fyrst með það væri nú enginn að koma og skamma okkur. En dagurinn er fallegur og þið haldið bara áfram að leita og kæra þakkir fyrir. Það var alltaf einhver ævintýri hverju horni. Gangi ykkur vel með verkefnið. Takk, kæra þakkir. Já, þessi.